Eyðimörk er ákveðin tegund af gróðurlendi þar sem er eiginlega engin gróður. Þannig er svo þurrt að næstum því ekkert getur vaxið. Þar sem úrkoma er eða undir 250 mm á ári, sem er ekkert voðalega mikið, er uppgufunin meiri heldur en úrkoman. Það getur gerst að það rigni ekki einhver ár á sumum af þessum svæðum. Það rigndi ekki í 400 ár í Atacama eyðimörkinni í Chile sem dæmi. Eyðimörkur finnast jafnt á heitum og köldum svæðum en eru algengar þar sem er heitt því að þar náttúrulega eykst uppgufunin. Stærsta eyðimörkin er Sahara eyðimörkin en hún nær yfir stærstan hluta Norður-Afríku og hún er 80 sinnum stærri en Ísland. Orðið eyðimörk á íslensku þýðir svæði þar sem skógurinn er farinn. Mörk þýðir á íslensku skógur. Þetta er gamalt orð sem er ekkert mikið notað lengur. En eyðimörk er það sem að skógurinn er farinn og það getur alveg gerst að ef það er skógur eitthvað staðar eins og á Íslandi, svo fer hann, þá skolast jarðvegurinn í burtu því að það er ekkert sem heldur honum niðri og þá er bara sandur eftir og stæðsti hlutin af hálendinu hjá okkur er eyðimörk.